Góðan dag og velkomin bæði þið sem hér eruð og þið sem eru vonandi að fylgjast með okkur í þessu streymi. Svo þið kannski tekið eftir þá erum við að koma út upplýsingum í gegnum netið eins og hægt er, þannig að allir landsmenn eða þeir sem áhuga hafa fyrir því sem við erum að kynna geti séð á sama tíma. En í dag ætlum við að fara örlítið yfir veiðiráðgjöf uppsjávarstofnana. Eins og þið vitið þá var í gær kynnt hjá Alþjóðahafrannsóknaráðinu síld, kolmunni og makríll og við fréttum það inn á heimasíðu okkar í gær. En megin tilgangur þessa fundar er að kynna niðurstöðu rannsókna mat á stofnstærð loðnu sem fór fram í september og lauk undir lok síðustu viku og menn hafa stættið hér sveittir yfir tölum síðan þá. Allar þessar upplýsingar, hvort heldur sem er ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins eða okkar eigin eins og í loðnunni, er kynnt á heimasíðu stofnunarinnar og þar er flipi sem heitir veiðiráðgjöf og þar er hægt að sjá nýjustu ráðgjöfina og það er svona staðlað form á því hvernig það er sett upp. Það er ráðgjöfin kemur fremst og svo stofnþróun, stofnmat, horfur, gæði stofnmatsins og svo ráðgjafarsaga. Þetta er svona gegnumgangandi fyrir allar þær tegundir og allar þá stofna sem veitum ráðgjöf fyrir. Þannig að þarna er upplýsingabrunnurinn og þar er líka hægt að skoða hvernig ráðgjöfin í sömu tegundum var fyrir ári síðan og lengra aftur í tíman. Þannig að þarna liggur sagan hjá okkur. En bara aðeins áður en við förum í loðnuna, bara til þess að við höfum komið í frá okkur hér líka að norsk-íslenska síldin, þar kom ráðgjöfin í gær og erum að ræða 8% lækkun. Það er búið að vera lækkun þar undanfarin ár og hrygningarstofninn hefur verið minnkandi nokkuð langt skeið og helgast að því að árgangar hafa verið litlir. Vonarneistinn er árgangur frá 2016 sem við sjáum hér á efri myndinni lengst til vinstri og það sést ekkert svona. En það hins vegar vegna þess hvað aðrir árgangar eru litlir gerir lítið varðandi þróunina á næsta ári og gangi þessi spá eftir frá Alþjóðahafrannsóknaráðinu þá mun stofninn eða hrygningarstofninn á árinu 2023 vera svipaður og hann er núna. Makríllinn, þar er ráðlagður afli líka niður á við, það er 7% minnkun og þar hefur stofninn verið á niðurleið í raun síðustu 7-8 ár líka. Stofninn á árinu 2022 verður hrygningarstofninn áætlaður að verði 4 milljónir tonna og svipaður í framhaldinu. Þannig að þar erum við hins vegar með minnkandi stofn og en auðvitað mikla óvissu í þeirri ráðgjöf. Kolmunnin samkvæmt aflareglu verður 753.000 tonn eða 19% lækkun. Það var 20% lækkun í fyrra sem er í raun og veru hámarkið á því hvað hægt er að minnka vegna buffers í aflareglunum. Þar erum við með dæmi stofn sem er allt og stíft veiddur, veiðitalan allt og há sem endurspeglast í sveiflum í stofnstærð og miklum sveiflum í afla líka. Þannig að þetta eru þó að það sé nýliðunar púlsarnir sem auðvitað stýra þess að miklu leyti þá er kolmunnin ein af þessum tegundum þar sem að sóknin er allt og stíf. Þetta var svona örstutt varðandi þessa 3 stofna og það er nánar hægt að lesa þetta á heimasíðu okkar og í þessum ráðgjafarskjölum sem ég vísaði til áðan. En stóra mál dagsins er ný ráðgjöf í loðnu
við kynntum á þriðjudaginn að hún væri í vændum og þar sögðum við að væri samræmi í því sem að við höfðum séð út frá unglónu fyrir ári síðan og því sem að við værum að sjá í þeim tölum sem að búið að vera að taka saman og reikna alla þessa viku og nú niðurstaða komin í það og ég ætla að biðja Birkir Bárðarson sérfræðing okkar í loðnu að koma hérna og kynna ykkur hvernig staðan er. Gjör svo vel, Birkir. Já, sælverið. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur bara útbreiðslu loðnunar og göngumynstur og já, bendillinn kemur ekki og það sem þið sjáið þarna og viðfangsefni þessa haustleiðangurs í loðnu sem við fórum í er að dekka svæðið sem að sýnt þarna sem grænt og fjólublátt sem að eru græna svæðið er útbreiðslu svæði kynþroska eða fullorðinna loðnu og meðan hún er í fæðuleit og fjólublátt er uppvaxtarsvæði unglónu. Og þetta svæði reynum við að dekka í okkar leiðangri og hér sjáum við leiðarlínur skipana. Þetta eru Árni Friðriksson er þarna blár og leiðarlínur Bjarna Sæmundssonar eru rauðar. Og í þessu verkefni þá voru Grænlendingar að leigja af okkur Árna Friðriksson, þannig að það var þeirra framlag í þessa rannsókn og svona heilt yfir þá gekk leiðangurinn nokkuð vel. Við náðum eins og þið sjáið að dekka nokkuð vel þetta kjarnasvæði sem að loðnan heldur sig á og þrátt fyrir tafir vegna veðurs að þá var þetta árangursrík og góð mæling. Hafís var ekki til trafala sem er ólíkt því sem við lentum í fyrra þar sem að hann var til verulegar hindrunar. Nú, í stuttu máli eins og þið sjáið þá mældist veiðistofn loðnu, það er að segja kynþroska hluti stofnsins, hann mældist sem 1833.000 tonn og ókynþroska vísitalan er upp á 133 milljarða einstaklinga. Nú, ef við skoðum útbreiðsluna þá sjáum við að loðnan var víða og í Grænlandssundi var bæði að finna kynþroska og ókynþroska loðnu og það í talsverðu magni en hún var eins og þið sjáið þarna nokkuð jafnt dreifð engu að síður og kjarni loðnurnar er á svæði þar sem að við náðum að mæla með nokkuð þéttum leiðarlínum þannig að það náðist þarna gott mat á stofninn, góð mæling og þó að eins og sjá má jafnframt að leiðarlínur okkar eins og á suðvestursvæðinu voru orðnar gísnar sem að orsakast af töfum sem að við urðum fyrir vegna veðurs og eins hefði verið gott að geta skoðað svæði Norðurlands vel betur en það sem stendur uppi er að þarna er góð mæling og breytileiki eða óvissa í mælingunni mældist ekki mikil. Nú, það er samt eitt atriði sem að við lentum aðeins í vandræðum með, það er það að loðnan var komin frekar stutt í kynþroska sem að gerir það aðeins erfiðara að greina milli kynþroska og ókynþroska loðnu í september og það getur haft afleiðingar á hlutfall milli þessara stofnhluta í stofnmatinu og kem aðeins inn á það á seinni glærum líka. Nú, hér sjáum við 3 plott
Nú fyrsta lagi það sem að merkt afli, þar sjáum við svona sögulegan afla á þessa tegund á þennan stofn og eins og þið sjáum þá hafa undanfarin ár verið frekar rýr og þessi mynd hún sýnir þarna líka dreifingu veiðanna með tilliti til tímabila eða árstíða og undanfarin ár þá hafa veiðarnar svo gott sem eingöngu verið stundaðar að vetri eða eftir áramót. Og þið sjáið þarna vinstra megin vísitölu unglóðnu eins og hún hefur mælst í haustleiðangrum í gegnum tíðina og í fyrra haust eins og þið sjáið þarna lengst til hægri á grafinu í fyrra haust mældum við fengum við næsthæstu unglóðnu vísitölu frá því að mælingar hófust og svo núna í haust þá aftur þetta þriðja hæsta unglóðnu vísitala sem mælst hefur sem að gefur áfram góðar vonir til framtíðar en þessi, ég vil benda á að þessi unglóðnu vísitala sem að við birtum hérna núna, hún líka undir áhrifum þeirrar óvissu sem ég nefndi með kynþroska hlutfall að þetta þar sem þetta ókynþroska stofnhlutinn að slík óvissa hún getur haft áhrif á þessa vísitölu og að öllu jöfnu þessi vísitala uppistaðan í þessari vísitölu eins árs loðna en í ár þá þarna þriðjungur 2 ára loðna. Nú á þriðja plottinu sem að merkt hrygningarstofn, þar sjáum við matið á því sem að áætlað að sé skilið eftir til hrygningar. Það að segja magnið sem að kemst til hrygningar í mars eftir að loknum veiðum. Og þarna sjáum við í fyrsta lagi vinstra megin á plottinu óskýrt, það það sem að byggir á eldri aflareglunni sem að miða að því að skilja eftir 400.000 tonn. En hægra megin og með skyggðum svæðum matið á því hvað mikið komst til hrygningar eftir að við tókum upp nýja aflareglu og það þarf að hafa í huga þegar þetta skoðað að forsendur á bakvið þetta mat eru ekki þær sömu. Það má ætla að í rauninni hafi, ef þið skoðið eldri vísitöluna að þar hafi átt sér stað meira afrán heldur en gert var ráð fyrir og þau gildi séu aðeins lægri. En það ánægjulegt að sjá að eftir 2 ára veiðistopp að stofninn heldur betur að taka við sér. Nú ætla ég bara aðeins að sýna ykkur stofnsamsetninguna samkvæmt þessu stofnmati okkar núna. Hérna sjáum við heildarstofninn og í heildina mældust 2,8 milljónir tonna og hérna sem að sögulega mjög góð mæling og ég ætla ekki að dvelja meira við þetta heldur sýna ykkur samsetninguna í hrygningarstofni og eins og þið sjáið hér þá það 1833.000 tonn sem að stofnmatið og eins og þið sjáið, ég ætla að fara tilbaka eina glæru, þið sjáið hér í heildarstofnmatinu að samsetninguna í lengdardreifingum og hvernig þetta 1 og 2 ára fiskar sem eru uppistaðan í stofninum. En eins og fólk veit þá loðnan skamlífu fiskur sem að hrygnir einu sinni að öllu jöfnu 3 ára og drefst. Og hér sjáum við síðan samsetninguna í kynþroska hlutanum, svo gott sem allt 2 ára fiskur, lítilsháttar 3 ára, þó innan við 10%. En ókynþroska stofnhlutinn sýndur hér. Hér sjáum við að þarna blanda af 1 og 2 ára loðnu og
athyglisvert eins og ég benti á áðan að hlutfall 2 ára loðnu þarna mjög hátt og þar inn kemur svo óvissa sem ég nefndi áðan með kynþroska greiningu og sem að er undir áhrifum þess að núna virðist loðnan vera með óvenju seinan þroska og gerir þetta erfiðara í september að greina á milli. Það má geta þess að við í vikunni núna skoðum sýni úr leiðangrinum og svona það eru vísbendingar að ef eitthvað þá er hugsanlega ofmat hjá okkur á ókynþroska hlutan. Og það má þá hugsa sér að í framhaldinu munum við skoða bæði sýni úr leiðangrinum til að meta til að fá betri sýn á hver kynþroskin hafi raunverulega verið og svo munu leiðangrar komandi vetrar sem að fara fram í janúar, febrúar, þeir munu varpa skýrara ljósi á það hvort að þessar væntingar, hvernig þessar væntingar liggja. En það skýrist sem sagt síðar. Nú, og eins og þið sjáið, þá var þessi vísitala 131 milljarður fyrir ungloðnu og hún er síðan notuð sem spákvistur fyrir komandi vertíð, það er að segja 2022, 2023 og verður notað í upphafsaflamark þar en það verður gefið út í gegnum ICES líklega í mánaðamóti nóvember-desember. Nú, hér er lýst, hér má sjá framreikninga á þróun í stærð hrygningarstofnsins sem að byggir á afrámslíkani okkar sem að tekur inn frá því í janúar át þorsks, ýsu og ufsa og að gefinni þeirri forsendu að veidd séu 904.000 tonn þá má ætla að eftir verði 150.000 tonn með 95% líkum sem að uppfyllir þá skilyrði aflareglunar, þannig að ráðgjöf okkar er að ekki verði veitt meira en 904.200 tonn. Nú, hér má sjá útkomu úr afrámslíkaninu og eins og þið sjáið þá er gert ráð fyrir því að afránið sé um 222.000 tonn og við gerum ráð fyrir því að rúm 670.000 tonn séu svona að meðaltali að komast til hrygningar. Nú, þetta má skoða með samanburði við fyrri aflareglu sem að gera ráð fyrir því að 400.000 tonn kæmist til hrygningar en eins og kynnt hefur verið þá er núverandi aflaregla þannig að þegar að stofninn er stór að þá er nokkuð meiri varúð heldur en í eldri aflareglunni. Nú, svo langaði mig að lokum að sýna ykkur þróun í meðalþyngd 1 og 2 ára loðnu í gegnum tíðina í þessum haustmælingum okkar. Þið sjáið hér 1 árs loðnu sem bláa punkta og eins og þið sjáið lengst til hægri á plottinu, síðasti punktun lengst til hægri er úr núverandi mælingu
að þá verður þarna stökk niður á við. Loðnan í ár og síðasta haust einnig mun léttari og minni heldur en hún hefur verið undanfarin ár á sama tíma og stofninn var lítill, það að segja undanfarin ár. Og hún þá núna við langtíma meðaltalið. Og við sjáum síðan í rauninni ári seinna sömu þróun í 2 ára loðnu að hausti, að það líka fall í meðalþyngd og það má leiða því líkum að baki þessu séu þættir eins og þéttleiki og áhrif þéttleika á fæðuframboð, en einnig getum við þurft að hafa í huga umhverfisáhrif. Það til dæmis má spyrja sig hvort að breyting hafi verið á því í hvaða hitastigi loðnan hefur verið og sem getur haft áhrif á vaxtarhraða. Nú, þá þakka ég bara fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Birkir, og þið sem hafið lagt ykkar vinnu í þetta undanfarna daga og vikur, lagt mikið á okkur til að keyra þetta áfram. Takk fyrir það. Við ætlum ekki að hafa spurningasessjón hérna, það flestir væntanlega á YouTube og þeir hafa ekki kost á því. Við höfum boðið hagsmunaaðilum upp á að koma til þeirra og funda með þeim og gefa þeim sem þess óska ítarlegri upplýsingar og fara yfir þetta með þeim, og það verður áfram. Þannig að það er vettvangur ef mann vilja taka umræðuna í smáatriðum. En eins og þið sjáið þá þetta eru mjög góða fréttir sem að Birkir var að kynna hérna, ekki bara þegar kemur að veiðimöguleikum, heldur einnig fyrir lífríki, því að það má ekki gleyma því að loðnan er ein mikilvægasta fæðutegund svo margra nytjastofna hér í okkar lögsögu, og loðna sem er búin að vera að vaxa upp við Austur-Grænland núna, hún er að koma með ótrúlega mikla orku inn í okkar kerfi, bæði til þess að fæða aðra en svo þegar hún drefst þá skilur hún auðvitað hellingsorku líka inn í kerfið. Og Birkir nefndi það líka að ráðgjöf fyrir næsta ár verður fyrir áramót, eins og hún segir, líklegast mánaðamótin nóvember-desember, og byggt á þeirri vísitölu sem hann nefnir 133, að þá eru góðar horfur á að upphafsaflamark verði þá veitt fyrir næstu verti líka. Þannig að vonandi erum við að sjá einhverjar jákvæðar varanlegar breytingar hér þegar kemur að loðnunni, þrátt fyrir það að hún hafi ekki sýnt breytingar í útbreiðslu eins og hún var hér áður en hún fór að hörfa yfir að Austur-Grænlandssvæðinu. En með þessum orðum þá vil ég bara þakka ykkur sem komuð og ykkur sem hafi verið að hlusta á okkur á rásinni fyrir komuna og segi þessu slitið. Takk.